Þá það smiðir og í raun hvernig við vinnum með hluti í JavaScript en það svona öðruvísi en í þessum klassísku object-oriented málum en í JavaScript það þannig að smiðir eru í raun bara föll og konvensjonið það að við skýrum þessi föll með stórum staf og þegar við notum new keywordið og kallum eitthvað fall þá breytist í raun aðeins hegðurinn á því hverju skilað og þá þurfum við ekki að skila í raun this heldur skilar JavaScript sjálfkrafa this sem bendir á hlutin sem varð til og já, það skila sjálfkrafa ef engu skilað en svo getum við líka skilað því sjálf svo í raun búum við til einhvern svona nýjan hlut og þá það til hvers það til þess að hafa aðgang að þessari prótótípu frá hlutnum eða frá fallinu við getum verið búin að skilgreina eitthvað fyrir þetta fall, þetta konstruktorfall við getum verið með hérna konstruktorinn foo og hann getur verið með foo.prototype bar sem þá eitthvað bar fall sem á prótótípun hans þá fáum við, þegar við notum new þá fáum við þennan nýja hlut og þá fáum við prótótípa nýja hlutsins bendir á prótótípu smiðsins sem þá fallið sem við köllum í og allir hlutir eru byggðir á prótótípu og fá þaðan sín eigindi og í grunninn höfum við object og object hefur hluti eins og toString og önnur svona föll tengd því hvernig við vinnum með prótótípuna en þessi keðja sem sagt þannig að ef við erum með hlut og hluturinn sem við erum þá búin að búa til hann fær eigindi frá prótótípunni en svo getur hann líka haft sín eigin eigindi sem hafa ekki áhrif á keðjuna og svo ef við byggjum eigindi á hlut þannig að við erum búin að búa til þessa keðju þá regla sem segir til hvernig það farið upp keðjuna og leitað að gildinu þannig að ef það gildi sem sett sérstaklega á hlutin það dæmi sem við tókum var hérna með kanínur þannig að við erum með eitthvað rabbit sem við erum búin að gera hérna bunny new rabbit og svo segjum við bunny.name þá erum við búin að setja það sérstaklega á hlutin og þá því skilað það ekki farið upp keðjuna en ef við finnum það ekki á hlutnum sjálfum þá förum við upp og þá spyrjum við hey, á rabbit protótípan á hún þetta eigindi, á hún name nei, hún á það ekki og þá förum við aftur upp og hvort sem það þá annar hlutur þar eða síðan í lokin object þá spurt hey, átt þú þetta object? Nei, object á þetta ekki, við erum búin að rekja ykkur upp alla keðjuna og þá undefined skilað þannig að það hérna, við getum sett eigindi á hlutin en þá það alltaf sett á hlutin sjálfan ekki á prótótípun í honum svo í raun munurinn á þessu við klassískar erðir sá að þegar við búum til hluti eins og Java þá erum við með einhvern klasa sem skilgreinir svona blueprint af því hvernig hluturinn á að vera til og síðan erfa þessir klasar frá öðrum klösum en með prótótípum og í JavaScript sérstaklega þá erum við ekki með neina klasa heldur erum við bara með hluti sem erfa frá öðrum hlutum í gegnum prótótípukeðjuna eða gegnum prótótípuna en þetta síðan svona tiltölulega flókið og svona öðruvísi hugsun en það að vera að nota þessar klassísku erðir og svo það líka þannig að í JavaScript erum við ekkert rosalega mikið að vinna svona object-oriented like verkefni eða það yfirleitt ekki það fyrsta sem maður notar fyrsta tólið sem maður grípur til í JavaScript tólakistunni sinni að nota prótótípukeðjuna og erðir til þess að leysa verkefnin við erum miklu frekar að nota bara hluti búum bara til nýja hluti með hérna curly brackets og composum þeim einhvern veginn saman og gerum eitthvað sniðugt þannig eða þá ef við grípum til fallaforritunar en þetta náttúrulega allt bara leiðir til þess að vinna með flækjustig og þar fallaforritun svona í grunninn byggist á því að vera með bara einhver einföld hlut sem við getum notað og keðjað saman, gert svona blanda þeim saman til að búa til eitthvað flóknara sem aftur svona þema í tölvunarfræði sem við sáum responsive fullt af einföldum hlutum, við blöndum þeim saman allt í einu við komum með eitthvað alveg afskaplega flókið við höfum í JavaScript í málinu bara ákveðin grunnföll sem við getum notað og svo til önnur forritarsöfn til að fá fleiri
til dæmis underscore eða lotus og svona smá sæt, þá lít ég og hef alltaf litið á þetta sem svona ákveðna hækju að nota þessi forritasöfn, af því að þau eru vissulega góð og vissulega voru þau mjög nytsamleg þegar við vorum alltaf að vinna í ECMAScript 5 og höfðum bara ekki aðgang að mörgum af þessum föllum. En í dag vil ég líka því við það að ef þú ert að nota Lotus, þá er það svolítið eins og þú ert að nota jQuery, af því að þú ert í raun að taka resource dependency á þig sem þú eiginlega þarft ekki í dag. Allavega. En þá fáum við fullt af þessum föllum, hvort sem það er úr ECMAScript 6 sem inniheldur þá mörg af þessum föllum sem við þurfum að nota, eða úr einhverju svo Lotus eða félögum þess. Þá fáum við til dæmis reduce sem er fall sem tekur inn fylki eða eitthvað collection og reducear það niður í eitthvað eitt gildi. Þannig að þá getum við hérna tekið inn eitthvað fylki af tölum og svo getum við kallað í nums af því að reduce er fall sem er á fylkjum og við getum kallað í function og þá fáum við function sem er með eitthvað skilgreint, það function sem kemur hann inn, það fær það skilgreint, það fær x-gildið í a-gildið eitthvað. Fyrra gildið er niðurstaðan eins og hún er núna, áður en við keyrum þetta fall og b er gildið sem við erum að horfa á. Og svo skilum við einhverju og þá er það sem við skilum er a-gildið í næstu ítrun. Og svo getum við skilgreint þetta aukalega einhverja byrjunarstöðu. Þannig að í fyrstu ítrun er a-gildið 0 þegar við vísum í það hér. Þannig að þá keyrum við þetta hérna inn og við keyrum í þá í raun bara 0 plus 1, 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4 og svo framvegis þangað til að við klárum allt fylki og skilum þá 45. Þannig að þetta pluss það sem eru búin að skoða, eða þau eitthvað sem eru búin eða eru í forritunarmálum, það er að nota þau hugtök sem þegar við lært þar til þess að gera, til að skrifa forrit í JavaScript. Það er mjög skemmtilegt. Svo erum við með JSON, en JSON er þetta hugtak sem stendur fyrir JavaScript Object Notation og þá var hann Douglas Crockford í gamla daga skoða JavaScript og sá að það væri hægt að taka JavaScript bara hvernig málið skilgreinir gagnahluti og bara gera aðeins almennara og þá væri hægt að nota það sem svona létt gagnaformat til að skiptast á upplýsingum á milli véla og á milli fólks. Og þetta byggist á almennum gagnastruktúrum sem eru þá svona key value pairs sem heita ýmislegt í ýmsum forritunarmálum og röðum listum sem langflest forritunarmál eru með. Og þetta, með því að taka síðan ákveðnar reglur eins og slengir verða alltaf að vera með gæsalöppum og svo framvegis, þá höfum við JSON sem er leið til að skiptast á gögnum og er alls ráðandi í flestum samskiptum sem að svona VF-up er að gera í dag, eða svona VF og VF-forrit. Svo erum við Ajax, það er annað hugtak sem kom upp fyrir nokkrum árum og það stendur fyrir Asynchronous JavaScript in XML, eða stóð rétt að fyrir, kom 2005 í grein sem að var skilgrein upp á nýtt hvernig við getum búið til vefi sem varum ekki alltaf að hlaða allir síðan aftur og aftur og aftur. Í dag, sem núna 11 árum setna, stendur þetta ekki lengur fyrir JavaScript in XML, af því að augljóslega erum við ekki alltaf eiginlega aldrei að nota XML í þessu, heldur JSON. En þá er þetta hugtak Ajax, það vil ég skrifa með stóra I, ekki allt í caps, þá er það að sækja gögn ósamfasa, asynchronously, á einhvern vefþjón til að koma í veg fyrir að við séum alltaf að hlaða síðan okkar aftur og aftur og aftur upp. Í tengslu við það höfum við same origin sem segir til það að við getum ekki nota þetta til að fara inn á einhvern vef hjá þér, sækja sér gögnin úr heimabankanuðinum eða Facebook hjá þér, heldur verðum við að vera á sömu síðu og við erum að sækja gögnin af. Nema að viðkomandi síða hafi sérstaklega leyft öllum að sækja gögnin sín, eins og við fiktum hana með APIs, þar sem þeir skilgreina svona course-headera sem leyfa þetta. Svo er ECMAScript 2015, eða ECMAScript 6, útgáfan sem við skoðum hann í lokin og er það sem við höfum verið að skrifa síðan að við skoðum það. En þessi útgáfa var í raun finaliseruð bara í fyrra og svona helstu virknin sem við höfum notað og er svona að ég tel best í þessu er það að við erum ekki lengur með var, heldur við erum með let og const og þá let blocked, scoped,
án hosting, sem þýðir að við losnum öll þessu hostingmál sem að valda vandræðum þegar við notum var, og við erum með const sem eru í raun blockscope líka, fastar, sem banna þessu endurskilgreina grunngildið á breytunni. Þannig að ef þú ert búin að búa til const sem er fylki, það máttu ekki breyta yfir í streng, það máttu ekki breyta yfir í tölu, sem gerir það verkum að það er auðveldara fyrir okkur að vera ekki að gera þessi mistök sem er miklu auðveldara þegar maður nota var. Og samt ef við búum til fylki með const, þá getum við samt alltaf bætt inn í fylki og fjarlægt úr því. Við getum bara ekki breytt gildinu úr fylki í eitthvað annað. Og það er mjög góður vani, breyti ég svona einhverju leyti yfir í svona immutable variables, eins og í Haskell, að skilgreina alltaf með const. Svo erum við með arrow functions, sem eru með þessum fat arrow syntax, þar sem við erum með svona feita pílu, en þessi breyting þetta kemur í staðinn fyrir það að kalla í function a, b, eitthvað, þá notum við svona fat arrow, og þarna getum við búið til á mjög léttan hátt föll, við getum meira sleppt return ef við erum bara með eitt statement, þá er gildið nú statementinu skilað, og þarna er skilgreiningin, hvernig this er bundið, hvað this gildið er innan fallsins er öðruvísi en function gerir, það er að segja það nýtir sama scope og þaðan sem við kölluðum í þetta. Þannig að þetta er vonandi ekkert eitthvað sem einhver rámar í, en ef við til dæmis verið að vinna með event handlara, þá er this bundið við hlutir sem við erum að fara meðhöndla eventin frá, en ef við myndum nota fat arrow, þá myndi það vera hluturinn sem að skráði meðhöndlunina. Þannig að þá getum við vísað í það scope, en ekki scopeið á einhverjum button sem að skiptir ykkur kannski ekki öllu máli. Og þessi fat arrow föll hafa síðan ekki arguments hlut. Út af því að það er líka komið svona spread operators og rest operators sem leyfir okkur að breiða úr gildum, eða þá að við tökum einhverja rest af einhverju gildum. Þannig að þetta kemur til í staðinn fyrir arguments í föllum, þannig að við getum sett bara punktur args, og þá mun args breytan innihalda restina af öllum breytunum sem voru sendar inn í föllið. Þannig að þá getum við gert svona í staðinn fyrir að kalla í arguments .eitthvað, þá fáum við raunverulegt fylki sem við getum síðan kallað á og nýtt. Og svo getum við líka gert þetta til að kalla í fall þannig að hér köllum við í fallið með 1, 2, 3 og svo hér köllum við í það með einhverju fylki sem við síðan spreddum, þannig að þetta tvennt, þessi tvær línur eru nákvæmlega það sama þegar kemur það að keyra fortið. Svo erum við með promises sem að við kíktum aðeins þarna og svo skoðum aðeins meira þegar við fórum í að nota Node. Og þetta er svona hjúpun fyrir gildi sem við verða til í framtíðinni og aðstofar okkur við það að gera svona asynchronous forritun. Þá þegar við erum að gera eitthvað hluti sem að munu taka tíma og við viljum ekki bíða í fallinu okkar, heldur fá eitthvað promise sem er eitthvað gildi sem við getum fært á milli í forritun okkar, og svo þegar það er búið að gera það sem átt að gera, kallið eitthvað vefþjónustu, sækja eitthvað á gagnagrunni, þá er það promisið okkar resolvað, sem er þá eitthvað resolve fall, eða ef það kemur upp villa, þá er eitthvað reject sem er keyrt. Þannig að við erum þá búin að skilgreina, þegar þetta gerist, eða kemur upp villa, þá fyrir við eitthvað reject og meðhöndlum það. Og þetta er síðan, ef við tengjum aftur við forritunarmál, þá er þetta svona monad. Þannig að ef við tengjum þetta síðan við, ég man ekki hvað ég ætla að segja. Allavega, jQuery síðan er forritasafn sem kom út fyrst 2006 og var í grunninn þessi spurning. Hvað ef við notum CSS, Selector og JavaScript, og svo vatt það upp á sig og er í dag bara svona samansafn af alls konar föllum sem hjálpa okkur við DOM, eventa, hreyfingar og Ajax. Og auðvitað búið til plugins sem var svona aðalástæðan fyrir að var svona vinsælt. Þannig að það er til í dag alveg gomma af jQuery plugins. En þetta er samt sem aður, ef þið eru að fara að starta nýtt stórt projekt í dag í VF, ef þið gerir það í framhaldinu af þessum áfanga, þá ættu þið ekki að nota jQuery. Þið ættu bara, jQuery er eiginlega bara svona barn síns tíma. Það er í raun hægt að gera
allt sem jQuery gerir betur án þess að taka inn einhverja 20.000 lína dependency á sig sem við veitum í raun ekkert hvað ok, svo erum við CSS og útlit þarna dettum við alltaf líka í kannski félagsstundum þar sem ég lenti í skemmtilegum veikindum en þegar við erum að vinna með útlit í kynum JavaScript þá viljum við yfirleitt vera að breyta klösum á elementunum en ekki vera að breyta JavaScript, stælinum beint á elementunum sjálfu þannig að þá skilgrum við hvernig hlutin líti út alveg í CSS út frá einhverjum klösum svo fjarlægjum við eða bætum þeim við elementin eftir því hvernig við viljum að hlutinni líti út já, og svo þarna það sem við fórum yfir áðan og SAS sér í lagi þar sem við tókum dæmi sem CSS preprocessor og við notum Node þýðenda fyrir hann sem við skoðum svona eftir og svo erum við með annað hugtak sem að ég svona aðeins reynda að berja inn í ykkur það ógeðslega góð hugmynd þegar við erum að vinna með web-dot og það að nota svona linters sem eru svona static analysis tool sem fara við kóðan okkar og láta okkur vita ef við erum að gera einhverja villur við erum með einhvern óþarfa kóða sem að keyrir aldrei við erum skilgreinum einhverja breytir sem aldrei vísað í eða þá að ef við erum að vinna í einhverju stóru teymi að við erum að brjóta eitthvað hvernig kóðastíl teymið búið að setja sér sem þýðir það að JavaScript kóðin sem við erum að skoða eða CSS eða eitthvað alltaf mjög einsleitt þannig að það miklu auðveldur að fara á milli verkefna og svo getum við sett upp alls konar reglusett fyrir þetta og við skoðum og notum stylint fyrir SAS og CSS og þá svona þessar reglustskilgreindar í stylint RC skrá í verkefnunum okkar og ESLint sem þá third generation linterinn fyrir JavaScript og hann svona skrifaður almennt að því leyti að hann byggir á svona plugins til þess að bæta við virkni og við höfum notað hann til þess að linta bæði JavaScript og ECMAScript útgáfu 5 og 6 og mjög fínn í notkun ok, svo erum við með NPM sem opinber pakkastýri Node og við notum hann til þess að sækja í þessi tól til dæmis linterana og Babel til þess að þýða á milli ECMAScript 6 yfir í 5 og þá þegar við erum að nota NPM þá þurfum við að búa til í raun í skrána okkar eitthvað svona project við gerum það með NPM init sem býr til package.json sem skilgreinir það hvað verkefnið okkar við getum sagt hver höfundur eða svo framvegis og líka hvaða pakka við notum og þá munur þarna á hvort við sem að nota pakka í development sem save def eða þess að keyra verkefnið okkar sem save svo notum við Babel sem við sóttum í gegnum NPM til þess að keyra kóðan okkar á milli og þá erum við þessar svona save einhver dependency á alls konar verkefni sem var fljótt mjög mikið síðan vorum við að nota svona build system eða task runner til þess að gera þessa hluti sem að við nefndum ekki að gera handvirkt eins og að keyra þessa lintera keyra þessa þýðingar úr SAS yfir í CSS sjálfvirkt og við settum upp svona ákveðin flæði svona task flæði í verkefnum og við notum Gulp sem svona streaming task runner sem frekar hraður svona tiltölulega einfalt að læra á hann og auðvelt að sjá hvernig við búum til eitthvað task sem eitthvað JavaScript fall og svo keyrum við það og settum upp alls konar plugins til þess að setja upp alla þessa pakka sem við vorum að vinna með og já, og svo ef þið haldið áfram í vefbransunum þá munið örugglega heyra Gulp eitthvað sem enginn notar webpack málið en það svona fyrir kosturinn Webpack fyrir þannig að hljóma það sko, þú getur svona sett hlutina saman með þessum loaderum og þetta verður allt svona miklu meira magic og þú getur farið að eiga miklu meira við flæðið í þessu og meðan þú ert í Gulp þá ertu bara að segja þú ferður þessu hérna, svo kerur þetta svo kerur þetta og meðan með Webpack getur þú að kera þetta og ef það svona þá kerur þetta en annars kerur hitt þannig að, og það náttúrulega flóknara en kraftmeira en þann með líkur yfirferði yfir JavaScript